Það var náttúrulega ljóst að þarna var töluverður vandi á ferð, þar að segja útbreiðsla alaska lúpínu út fyrir þau svæði sem henni ætlað að vinna, ef svo má segja, og sá vandi hafði náttúrulega verið til staðar og fyrir hendi í mjög langan tíma og ég taldi einboðið að með stuðningi og sérfræði þekkingu þeirra stofnana sem ég kallaði þeim til verka og þá væri hægt að leggja niður fyrir sér skynsamlega aðgerðaáætlun til þess að stemma stigu við útbreiðslunni. Þetta hefur verið afskaplega gott samstarf starfsfólks og stofnana, Náttúrufræðistofnunar Íslands og Landgræðslunnar og kannski vil ég leggja mest áherslu á að þetta eru afar vandaðar og markvissar tillögur sem að gera bæði ráð fyrir því að hamla gegn frekar útbreiðslu lúpínunnar og uppræta þannig þar sem hann á ekki að vera, en jafnframt að gera svo tillögur þau svæði þar sem talið faglega réttlætað að nota lúpínu til uppgræðslu og til undanfara annarar ræktunar. Það sem náttúrulega mjög ánægjulegt við þetta, það þetta góða samstarf milli starfsmannastofnananna sem að náðist og að það skyldi nást sameiginleg niðurstaða sem allir eru sátti við. En megin efnið náttúrulega megin breytingin svo að nú verður reynt að sporna gegn útbreiðslu lúpínu alls staðar á landinu nema á tilteknum völdum svæðum þar sem að má nýta hana til landgræðslu og sem fyrir hennar í annar ræktunar. En forgangssvæðin, þar sem að menn leggja áherslu á að uppræta lúpínu, sem sagt land sem fyrir ofan 400 metra yfir sjávarmáli og síðan í þjóðgörðum og öðrum friðlýstum svæðum á landinu. Og ég mjög stolt af mínum góðu forstjórum, bæði þeim Jóni Gunnar Ottóssyni og Sveini Runólfssyni sem hafa tekið höndum saman að gera uppbyggilega áætlun byggða á þekkingu og reynslu þeirra beggja og þeirra stofnana sem þeir standa fyrir. Þetta auðvitað ekki átaksverkefni, þetta ekki verkefni sem klárast á einhverjum vikum eða mánuði, heldur viðvarandi verkefni til langra framtíðar sem allstaðar þarf að beina sjónum ekki bara á Íslandi, heldur allstaðar þar sem ágengar tegundur, hvort sem plöntur eða dýr, geta ógnað þeirri náttúru sem er á staðnum. Þetta á sérstaklega við lúpínuna en ekki síður skógakerfinu, þar sem við sjáum að þessar plöntur báðar hafa sumstaðar rutt undir sig öðrum gróðri og fjölbreyttum gróðri eins og til að mynda berjalingi og þvíum líku. Og við sjáum alvarlegustu dæmin kannski á Hrísi við Eyjafjörð og kringum Stykkishólm og víðar og þannig að það er alveg einboðið að það þarf að halda vöku sinni en þessir tveir og það er að segja hópurinn sem að skilaði skýrslunni leggur til að við beinum sjónum okkar fyrst að hálendinu. Það er að segja þeim svæðum þar sem að lúpínan hefur náð að stinga sér niður yfir 400 metrum yfir sjávarmáli og þar munum við hefjast handa við að uppræta hana strax í sumar.